Eða Berglind, bara hver er svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn á móti Finnlandi? Hún er ekki góð. Já, get sagt það. Mér fannst tilfinningin fyrir leikinn og liðsheildin og allt það, ég fann allavega að við myndum ná að vinna leikinn og það er alveg bara tilfinningin mín. Við fórum alla peppar í hann og tilbúnar en lært, já. Hvernig svona sástu fyrir áleikinn svona á bænum? Mér fannst þess kaflaskiptur. Mér fannst þær kannski ná að spila boltinu betur, halda hann betur. Samt vorum við alltaf inn í leiknum. Þannig að það var svona þær voru kannski meira með boltan í leiknum en mér fannst við vera að halda þeim samt alveg þegar við fengum alveg færi líka, sko. Þannig, já. Seinna áleik kemur þú inn í hægri bakvörðinn, var það eitthvað sem þú vissir að væri að fara að gerast? Nei, það var svona, bæði og, hann sagði að við verðum bara tilbúin í vörn. Hann horfði með það fyrir leikinn og ég sagði bara já, ekkert mál. Og það er bara frábært að fá að spila hægri bakvörð, það var mjög skemmtileg stað og líka með margar stelpur sem eru í svo stöð og maður bara held að vorum að keppast hana og þannig að þú getur verið sóknarlega og varnarlega og þetta er bara eitthvað sem bara mjög gaman. Fljótlega eftir að kemur inn á, kemur Anna Mark Finna, kemur þín megin, hvernig svona horfið það við þér? Já, þetta var svona, þegar ég kom með inn á og kom þetta strax, þannig að mér finnst þetta var svona, ég tek þetta alveg á mig, ég hefði átt að gera betur hérna og ég bara læra því, en já, það er margt sem ég er að hugsa þetta alltaf núna tilbaka og fram og tilbaka, hvað ég hefði átt að gera og núna bara, bara á morgun, þá bara ger ég betur og hætti pæli. Þetta er hörku gabbreiðing samt, en fótóinu hjá þér? Já, jú, hún gerði þetta mjög snögglega og ég þarf bara að halda áfram að mig snarpinni og því allir, en hún gerði þetta bara vel og ég hefði átt að gera betur og það bara, svona er þetta og svona gerir svolítið mistök, en það þýðir ekkert að væla að bara halda áfram. Markið, fyrsta landsliðsmarkið, 5. leikurinn, hlýtur ánægð með markið? Já, það er alveg hægt að segja það, ég hlakka til að sjá það aftur að því mér langaði rosalega því ég vissi að markið sem Finnur skorið nr. 2 var alveg, ég tek full ábyrgð og mér fannst eins og ég þurfi að vega móti eins og maður segir eða svona núleit út. Þannig að ég ákvaði bara skallamark, fyrsta skallamarkið mitt en þetta er bara mjög gaman. Fyrsta skallamarkið á ferlinum? Heldur betur, já. Vel gert. Bara aukaspyrnan líka á Karlinu, þetta er inn á hörku svæði? Já, þetta er bara geggja aukaspyrna, bara beint á kollan á mér þannig ég þurfti ekki búið mikið að gera sem bara geggja að fá þannig spyrnur af því. Það er bara frábært að fá svona spyrnur sem það er búið lítið að gera nema bara töðsa inn. Leiðir eins og erum að fara að jafna þetta svo? Já, mér leið þannig. Við fengum alveg færi og þetta var alveg svona fram og tilbaka, vindur og eitthvað svona en það var komið einu fyrirgjöf inn í sem við kannski gátum klára og það var alveg mikið sem við, við lögum alveg fullt eftir þennan leik en það bara, við horfum á hann og gerum bara betur næst. Að lokum, fyrsti landsleikurinn í tæplega 2 ár, það lítur að gaman að koma aftur inn í bláu treyjunni. Það er alltaf gaman í bláu treyjunni, get sagt þið það, þannig að það er mjög gaman og það er alltaf heiður að fá að spila í þessari treyju. Takk fyrir þetta Berglind og gangi vel. Já, takk fyrir það.